Mér langaði að koma með bara stuttan inngang hérna áður en að við hefjum næsta erindi. En svona til þess að ég segja aðeins fyrir sjálfur mér, þá hef ég starfað núna í að verða ár í að sjá verkefnastjóri dagskrár hjá Listasafninu. Við höfum kannski komið sérstaklega að þættinum nemendur í mikið verkum. En ég að sjá bara út því að Sofía minntist á áðan alla þessa viðburðardagskrá sem kemur upp hjá okkur. Sjálf starfaði ég, þetta hefur verið rúmt ár sem ég starfaði sem safnakennari og fékk smá reynslu af því að taka á móti hópum og kannski komið smá tilfinningu fyrir því hver síðan munurinn á því starfi og svo starfinu sem að fylgir því að taka á móti fólki hér helgar. En í tengslum við þessa afmælisdagskrá þá erum við að vinna svolítið skemmtilegt verkefni, Holley Rassi Hía, afvegaleiðsagnir, sem við erum að vinna í samstarfi við myndlistarmennina Önnu Hrund Másdóttur, Ingibjörgu Sigurjónsdóttur og Þórgunni Oddsdóttur. En það er að leitast við að opna svolítið gáttir og fá fólk til að finna og nema og læra að treysta á sitt eigið innsæi. En það er að kynna þessar hugmyndir betur hérna á eftir. Þessar 20 mínútna leiðsagnir vinna á mörkum myndlistar og fræðslu og fara fram hér á Kjarvalsstöðum í hádeginu núna á morgun 21., miðvikudaginn 23. og 25. nóvember, milli klukkan 12:10 til 12:30, svona í 20 mínútur. Og bara endilega hvet ykkur til þess að mæta, en þetta eru ókeypis viðburðir og örugglega forvitnilegt að fylgjast með því. En við höfum komið að því hvernig fræðslu hlutverk safna er mjög mikilvægt og það felst í þessu áskorun að komast til móts við þessar ólíkar þarfir safngesta. Og í okkar dagskrá þá reynum við að fylgja þessu eftir með ólíkum dagskrárliðum sem hönnuð fyrir ólíka hópa, hvort sem það sé með tillit til aldurs eða áhugasviðs. En einnig hvernig má kannski hugsanlega víkka þetta svið sem fyrirfram hefur verið mótað hjá fólki. Viðburðardagskrán fyrir að mestu leyti fram, má segja, helgar og kannski helstu munur sem maður finnur frá því að vera safnkennari og taka á móti föstum hópum yfir það að vera að taka á móti fólki sem maður veit svo sem ekki mikið Þannig að undirbúningur og kannski eftirfylgni svona annar. En við vinnum alltaf sýningamiðað og við vinnum samhliða sýningum eða út frá hugmyndum sýningana. En í þessum svona inngangi, þetta ekki langt erindi sem ég ætla að fara með, þá langar mér sérstaklega að huga að liðum í okkar dagskrá sem að liggja á mótum þessa tveggja, sem sagt fræðslu viðmiðum og svo listrænum forsendum. Í samvinnu við listamennina í þessu tilviki var huga að því, líkt og í okkar sýningamiðuðu dagskrá, bara hvað liggi í grunninn á þessari hugsun sem hér liggur fyrir. Hvað er fræðsla, hvernig má miðla og kannski sérstaklega þegar miðlunin hefur átt sér stað, þessi upplifun sem situr eftir og það verður bara spennandi að sjá hvernig þær fara með þetta en þær segja frá svona eitthvað hugmyndunum hér á eftir. Umræða jú mikilvægur þáttur í samtali við myndlist en upplifunin er þáttur sem við víkjum ekki frá þegar hugað að fræðsluðin að safna. Ég talaði áðan þessi mót á milli fræðslu viðmiða og listrænum forsendum. Þá langar mig að minnast á dagskrá sem bara nýlega lauk, þetta er hérna á heimasíðunni okkar og tengi kannski svolítið inn í umræðu Sofíu hérna áðan hvernig við miðlum áfram á okkar heimasíðu. Í tengslu við sýninguna Ný list verður til, þá var unnin sérstök dagskrá í samvinnu við sýningarstjórann Jón Proppe og hún er svona nokkuð gott dæmi þetta en af tilstilli sýningarstjórans og kannski vegna eðlið þessara sýningar var ansi viðamikil viðburðardagskrá sem var hugsuð sem mikilvægur hluti af sýningunni en ekki sem kannski svona auka eða viðbótarafurð sem kom seinna meir.
bara svona til þess að sýningu, þá þetta inn á heimasíðun okkar og þarna unnum við með hóp sem kallar sig Jarðarber og hluti af tónlistardagskrá sem Soffía heldur líka utanum og tengdi svolítið saman þetta tímabil sem sýningin fjallaði en í samtali líka við samræðu og það var eitthvað í þessum dagskrárliðum sem var mjög skemmtilegt þess að þannig var verið að endurflytja gömul verk sem áttu sér stað á tímabilinu milli 60 og 70 og í kjölfar kom umræða hvort sem það var sýningastjóraspjall eða annað. Við erum að leggja áherslu á þessa heimildaröflun og miðlun til lengri tíma og mér langar svolítið að ég verið að huga svolítið að því hvernig megi halda betur utan en kannski þessa fræðslu dagskrá og það sem er að gerast og kannski hugsa gildi þess til lengri tíma. Í þessu tilviki fannst mér það styrkja svolítið samhengið og vega svolítið á móti hvor öðru að hafa þetta listræna eintak fyrir framan okkur og svo að bæta það í samræðu og manni fannst viðbrögðin vera mjög góð. En það má líka velta því fyrir sér, bara ef við færum okkur svolítið burt frá kannski skólakerfinu, hvort að fræðsluhugsun þarf líka kannski að koma inn á teikniborð sýningarstjóra fyrir og viðburðir hugsaðir sem hluti af þessari heild sem sýningin vill og ætlar að miðla. Mér langar bara að leyfa ljúka þessum inngangi og leyfa þeim Önnu Hrund Marsdóttur, Ingibjörgu Sigurjónsdóttur og Þórgunni Oddsdóttur að taka við af mér og kafa svolítið í hugsun frá sjónarhorni listamannsins. Þær allar útskrifust úr myndlistadeild Listaháskólann 2010 og hafa starfað á myndlist, bæði sameiginlega og hver í sínu lagi. En maður þarf kannski sérstaklega að nefna sýninguna Marglaga skynjunarskóli sem kom kannski svolítið á þessu samstarfi sem þær unnu í ásamt öðrum í King og Bang Gallery 2011. Já, eins og Kristín Dagmar sagði, þá þessi sýning sem við vorum með í King og Bang það var núna bara í vetur. Það kannski ástæðan fyrir því að hún hafði samband við okkur og bað okkur að taka þátt í þessu verkefni núna í næstu viku og við ætlum að sýna ykkur myndir úr af þeirri sýningu vegna þess að hún tengist mjög mikið því sem við erum að fara að fást við í þessum leiðsögnum og í rauninni tengist bara mjög mikið kannski því sem við erum að tala hérna í dag af því hún þetta var á mörkum myndlistar og fræðslu eða myndlistar og fræða og bæði fjallað það og einhvern veginn bara var í eðli sínu einhvern veginn þar og það var búið í tókleinu nei, ekki bara skilta það já, bara í stuttu máli þá var þetta sýning þar sem við settum upp kemur í veg já, ok já, það sem við settum upp eins konar skóla í galleríinu og þetta var við vorum 7 saman að þessu sýningu en það voru fleiri með okkur í þessu og við ákvaðum einhvern veginn að í staðinn fyrir að setja bara upp venjulega sýningu og fylla salinn einhvern veginn með verkum eftir okkur þá langaði okkur að fara aðeins út fyrir það og við settum upp kennslurými í galleríinu og settum saman dagskrá eða stundaskrá þar sem við buðum komandi listamönnum og öðru góðu fólki að sjá viðburði og uppákomur í skólanum. Og þessir viðburðir voru síðan bara opnir öllum og það var bara dagskrá, þetta var 3 kvöldi í viku eitthvað svoleiðis og helga líka. Og þess á milli var bara sýningin opin og það var hægt að koma og glugga í bækur og bara vera þarna. Og hugmyndin kviknaði út frá vangaveltum okkar lærdóm og það að læra og hvernig maður lærir og hvað maður lærir og það kannski tengist alltaf því að við vorum öll nýútskrifuð eða tiltölulega nýútskrifuð úr skóla og þannig að skólinn og skólaumhverfið var okkur dálítið hugleikið og var okkur nálægt okkur einhvern veginn
Og það svona kannski, eins og þið kannski svona þekkir sem hafa allir verið í skóla og það svona dálítið kannski svona dálítið mikil áhersla alltaf á einhver svona ákveðin skilning, einhver ákveðin rétt svör og dálítið mikil áhersla á að nota svona það sem hérna uppi kannski á kostnað þess sem hérna inni stundum. Þannig að svona, það svona skilningurinn og vitið svona stundum sett kannski aðeins skör ofar heldur en innsæi og skynjun. Og það var ekki bara við í skólakerfinu, ekki bara í skólakerfinu heldur bara svona í samfélaginu almennt. Þannig að okkur svona langaði aðeins að svona fara út fyrir þetta og athuga hvort það væri einhvern veginn hægt svona aðeins að skoða bara, já svona einhvern veginn að læra meira út frá því einhvern veginn að læra að nota innsæi sitt og svona þetta svona huga aðeins að því sem hérna inni. Og svona þetta tengist líka því að svona okkur finnst oft að fólk sé svona stundum dálítið hrætt við listir og þið kannski kannast við það sem að vera að vinna eins og á safninu að fólk svona kannski bara dálítið hrætt við þetta af því þið finnst það ekki skilja þetta. Og maður heyrir svona frasa eins og bara já ég hef náttúrulega ekki vita á myndlist og já ég bara þetta örugglega alveg fínasta sýning, ég bara skil þetta ekki og svona það er svona eins og fólk kannski leyfir sér ekki endilega að upplifa. Það er svona, kannski stundum dálítið lokað og kemur bara og býður ok, hvað á ég að skilja, hvað á ég að fatta hérna, hvað þetta verk og er að býða eftir einhverju svona einu ákveðnu svari og kannski bara kemur það ótt stundum í veg fyrir það að fólk leyfir sér að einhvern veginn bara skynja og upplifa. Og þar með mynda sér sjálfstæða skoðun en ekki einhvern veginn bara svona, já þetta má bara rúlla aftur, já, en ekki bara einhvern veginn panika og nei, ég skildi ekki. Og titillinn á sýningunni, hún hétt marglaga skynjunarskóli og það er svona vísað til þess að við eigum að leyfa hlutunum að vera marglaga eins og þeir eru oftast og við erum ekki alltaf að leita að þessu svona eina rétta svari eða einhver einni hlið sem er mikilvægust og sem sagt við erum ekki að leita einni túlkun og stoppa þar heldur svona leyfa sér að velta upp fleiri hliðum og svona halda áfram og leyfa sér svona að finna núansana af því maður getur ekki fengið sans fyrir öllum lögunum og fengið þannig sans fyrir heildarmyndinni ef maður einblínir mikið á bara eitthvað eitt svar eða eitt flöt. Og við náttúrulega erum engir sérfræðingar í þessum efnum. Þetta var bara svona ákveðin tilraun og okkur langaði bara svona finna út og prófa hvað maður gæti svona gert og við í raun, þetta var mjög opið og við leyfðum bara listamönnunum sem að tók þátt í þessu með okkur að svona þeir fengu mjög frjálsar hendur en við svona gengum út frá þessum hugmyndum innsæi og skynjun og svona kannski að einhvern veginn útvíkka þekkinguna, að nota fleiri tæki til þess að læra og svona kannski að bara opna fyrir fleiri svona skynjara. Og þannig að við svona í þessu verkefni svona vörpum svona kannski fram þessum spurningum og svona hvernig maður kemst í samband við innsæi sitt og annars kannski endilega að komast að einhverju ákveðinni niðurstöðu af því að það er ekkert eitt svar við því. Og við fengum til dæmis, þarna var Eygló Harðar með svona mjög skemmtilegar æfingar sem snerust um liti og litafælingar og Halli Jóns var svona á dálítið svipum nótum til dæmis að láta fólk einhvern veginn skynja liti blindandi og teikna blindandi og Goddur var að fjalla leiðir til að komast á aðra stig skynjunar og Guðlaugur Kristinn Óttarsson, það var einhver stærmyndir hann fjallaði rafbylgjur og einhverjum svona hluti sem að við kannski skynjum en föttum ekki að við skynjum og svo þetta myndir frá því þegar Hildigunnur Birgisdóttir kom og hún var með svona leiki og var að svona nota leiki til þess að opna einhvern veginn fyrir þessa hluti og það var einmitt við vorum svolítið ánægðar, það var einmitt fremst áðan, það var úr tilvinnin í Oddnýju Eyri Ævarsdóttur og það sem hún segir í nálægð við viskuna ríkir kátína æskunnar og okkur fannst það svona dálítið skemmtilegt í þessu samhengi af því að kannski þarf maður aðeins að sleppa sér og bara leika sér til þess að komast nær
sannri visku af því svennviska ekki eitthvað svona eitt svar og krakkar náttúrulega kunna þetta sko. Þau einhvern veginn, þegar þau eru uppgötvað heiminn þá velta við öllu og alla kanta og nota öll, stinga öllu upp í sig og þefa öllu og einhvern veginn svona meðan við einhvern veginn erum orðin kannski dálítið löt einhvern veginn og svona löpum að einhverju verki og já, hvað var þetta að segja mér? Og erum svona kannski ekki alveg með kveikt á öllum skynjunum og það sem við ætlum að gera núna í vikunni í þessi 3 skipti, það er svona byggir dálítið á svona sömu hugmyndafræði og þessi sýning. Við ætlum svona að leika okkur aðeins með leiðsagnarformið og kannski svona þessa miðla sem eru svo oft notaðir í leiðsögnum og í svona kannski safnafræðslu. Og við ætlum ekki, þú veist, þessar leiðsagnir byggjast ekki á sýningunum sem eru í gangi hérna, þó að þetta færi fram hérna. Heldur erum við meira svona að skoða það kannski hvað leiðsögn er og hvað það er að einhvern veginn koma og á þennan stað og skoða og læra eitthvað. Þannig að við ætlum svona aðeins að prófa okkur áfram með það og við kjósum að nota orðið afvegaleiðsögn af því þetta eru svona leiðsagnir þar sem leiðin er kannski ekki alveg fyrirfram ákveðin og við hefum svona velt við að spyrja okkur hversu það er talið neikvætt að afvegaleiða. Svona þetta orð hefur neikvæða merkingu þegar það í raun þýðir bara það að vera leiddur út af veginum og við höldum einmitt að það sé ekkert svo slæmt að fara aðeins út fyrir veginn af því að þó að vegir séu mjög gagnlegir þá einhvern veginn marka þeir bara ákveðna leið frá A til B og það er hægt að komast þangað á ýmsa aðra vegu og vegir svona kannski þeir liggja alls konar landslag en eins og þú varst að segja áðan þá kannski einmitt lokaðir á sama tíma á skynjun manns á umhverfinu sem maður er að fara þeir liggja einhverja maður í raun að fara sand eða móa eða mela en maður finnur ekkert fyrir því að því maður er bara á veginum þessari öruggu braut. Þannig að við ætlum að fara aðeins út í móa, út mela og móa. Þess vegna við verðum að hollir á sig hýja ef við vorum ekki búin að tengja. Og við erum svona kannski ekkert alveg raunverulegir leiðsögumenn í þessu því við vitum ekkert alveg hvert við erum að fara en það er svona kannski það sem er skemmtilegt við þetta. Þannig að við svona lofum engu hver áfangastæðin verður og lofum því ekki að við munum læra neitt ef við mæti ekkert ákveðið en við munum alveg pottitt upplifa eitthvað skemmtilegt sem á vonandi opnar einhverjar gáttir. Það mætti kannski taka fram að þið vinna ólíkan hátt í hvert skipti, þannig að... Já, og svo kannski eitt sem við höfum líka dálítið gaman að því að gera er alltaf þegar maður kemur inn í eitthvað svona nýtt umhverfi, nýtt kerfi, nýjar aðstæður að það finnst okkur dálítið gaman að taka það og skoða hvað er þetta, hvort sem maður er inn í skóla, að koma inn í sýningu, inn í safn eða eins og núna inn í þetta form sem leiðsögn er að áður maður lappar inn í það og fer að gera það eins og þetta er hefðbundið gert þá bara skoða hvaða aðstæður er þetta, hvað býður umhverfið upp á, bara hvaða tæki og tól og mannafli og umhverfi eftir staðar og hvað finnst okkur að væri gaman að fá út úr því og svo hvernig hægt að nota þetta til þess að gera það. Það eru oft einhverju svona resursar sem að kannski ekkert endilega verða að nota til fulls, þannig að við munum nota efni fræðsludeildarinnar eða svona, bara púltið og varpan og allt það og göngurnar og manneskja með hóp og allt þetta en kannski á annan hátt. Þannig að, til þess að reyna að fá út það sem að okkur finnst að geti verið svona áhugavert í þessum díalóg. Mér langar bara að því ég var svo heppin að fá að taka þátt í skólanum með ykkur en tengja safnið að minnast á það litla verkefni viðtal við listaverk sem að ég bara gleymd að minnast á en það verður gaman að sjá þetta hjá okkur á næstu viku og gaman að upplifa þetta með ykkur. Já, og það var einmitt af því að Alma Gísla kom og var með eitthvað þarna og það var einmitt svo gaman því það var samtal við listaverk það sem áhorfandinn átti að bara horfa á verkið og spyrja spurninga og án þess að það náttúrulega talaði við mann í orðum á móti eins og maður er svo stilltur inn á það að gefa út orð og fá tilbaka orð
einhvern veginn. En þá þurfti maður bara svona að opna og bara svona, já, hvað svona, hvað er þetta að segja? Þú var alveg á milli einhvern veginn. Þannig að mér finnst það alveg skemmt. Já, og það var líka áhugavert, þar til dæmis völdu sumir sko, sumir völdu eitthvað sem var greinilega listaverk sko, meðan aðrir völdu bara einhvern hlut sem var ekkert endilega sko, að það er einhvern veginn hægt að nota þetta bara til að svona skynja sko bara umhverfið sitt, ekkert bara einhvern veginn, ekkert bara list heldur, líka bara svona bara gardínur eða eitthvað sko. Bara að leyfa þessum öllum mörkum aðeins að flæða. Þá komið í sæl, ég vil óska Listasafni Reykjavíkur til hamingju með þetta 20 ára afmæli og hrósaði fyrir þá framsýni að efna til þessa málþings sem ég finnst vera mjög til fyrirmyndar og alveg í anda þess sem eru komið hérna fram. Að Listasafni hefur tekið ákveðið skref í málefnum safna, í safnfræðslu sem hefur meðal annars fengið verðlaun og ekki síst vakið eftirtekt meðal kollega og almennings og vonandi verður áframhald þar á. Og það er eitthvað mjög skemmtilegt að sjá það af þessari yfirferð sem hér hefur farið fram að svona hvernig þetta starf hefur verið að eflast. Ég hef fylgst með því sjálfur síðastliðin 16 ár en ég kom meðal annars inn í þetta verkefni líkamsnám sem fyrirlesari á sínum tíma, kom að símainnlögn kenndu Erró-sýningu þar sem ég skrifaði texta kvikmyndatökur Errós og svo með öðrum hætti fylgst með starfinu. En við skulum ímynda okkur að við stöndum frammi fyrir safni framtíðarinnar, Mentabúrinu. Við stöndum andspænis búri sem var framtíðarsýn í sögulegum tíma og til þeirra var stofnað með framtíðina í huga. Kannski ekkert ósvipað því þegar Tómas Sæmundsson dregur upp mynd af Mentabúrinu, safninu í ritgerð sinni í Fjölni frá árinu 1835, en þar sér hann fyrir sér mentabúr sem miðlæga starfsemi vaxandi samfélags. Í raun má segja að framtíðarsýn úreldist aldrei, verði aldrei söguleg, nema í söguskrifum þar sem tilvera hennar endurnýjast alltaf við hverja dagrenningu. Sama má segja það starf sem fer fram innan mentabúrsins, þar sem starfi miðast alltaf við framtíðina. Starfsmenn ráða sig til framtíðar vinnu og taka til við störf sem öll miða því að búa í haginn fyrir framtíðina. Eða hafið þið heyrt safnstjóran, sýningarstjóran, safnfræðslufulltrúan eða ræstiteknin sem réður sig ekki til þess tíma sem koma skal. Væntingar til safnastofnana og safnastarfs eru einnig hugsun sem snertir framtíðina en orðabókar skilgreininga á því að vænta einhvers segir okkur að þýði meðal annars að gera ráð fyrir einhverju, vonast eftir einhverju, búast við einhverju. En hvernig er þetta að lýsa þessari framtíð? Hverjar eru væntingarnar og hvernig líta þær út? Og auðvitað sýnist sitt hverjum í þessum efnum. Sumir halda því fram að framtíðin sé óhugnanleg vegna þess að óvíst sé fjárhagslega líf að safna, en það er spurt hvaðan eiga peningarnar að koma. Opinbert fjármagn er sífellt verið að skera niður til reksturs almenningsstofnana, ekki bara hér á landi, og þak virðist vera á hversu mikinn fjárstuðning þar geta sótt til annarra aðila til reksturs. Aðrir segja hins vegar framtíðina bjarta vegna þess að söfn séu þannig stofnanir að þær hafi mikinn sveigjanleika til að mæta breytilegum aðstæðum. En til þess að það gerist, bæta bjartsýnismennirnir við, þarf safnafólk að vera vakandi gagnvart þeim hlutverkum sem söfnum eru fengin og hvernig verður þeir að rækta þau hlutverk. Hinir sömu hafa bent á með sannfærandi rökum að það sé ekki lengur fullnægjandi að söfn sinni fjórskipti hlutverki sínu með mikilli fagmennsku og kannski má segja af kreddufastri fagmennsku, en þau eru að safna, skrá og varðveita rannsókn og miðla, heldur vera söfn að horfa víðar á hlutverk sín út frá samfélagslegum sjónarhornum. Ef þau gera það ekki, eru söfn dæmd til þess að deyja drottni sínum og daga upp í líkt og nátttröll við dagrenningu.
Fjölmörg söfn hér á landi hafa á undanförnum árum komið til móts við þessa nýju bjartsýnisstrauma og má auðveldlega líta á safnbúðir og veitingasölu sem lið í slíku starfi, en það eykur félagslegan samruna og býður upp á fjölbreyttari ástæður fyrir fólk að fara inn á þessar stofnanir. Einn stærsti liðurinn í þessari breytingu þó að mínu mati svo aukna áhersla sem lögð hefur verið á safnfræðslu, en það er á þeim vettvangi sem möguleikarnir eru hvað mest spennandi. Erlendir fræðimenn hafa bent á hvernig safnmannafélög bæði alþjóðlega eins og ICOM og staðbundin eins og það breska og það bandaríska og opinberi aðilar, fulltrúar menntamála og sveitarstjórna hafa farið fram með góðu fordæmi og lagt til fjármagn til þess að þessi mál séu rannsökuð af mikilli alvöru, þar sem trúverðugra gagna aflað og unnið úr þeim. Í þessu samhengi má benda á áhrifamikla samantekt bandarísku safnasamtakana frá 1992 menntun og þátt almannarýmis í söfnum, nú eða samantekt sömu samtaka síðustu aldamót viðmið og mælikvarða í fræðslustarfi safna. Bretar hafa tekið mikið tillit til þessa og ráðist í viðamiklar rannsóknir, eins og kom fram í máli Ölmundísar hér, sem og miða starfið af því að hagnýta það til handa fræðslustarfi safna, skólakerfi og almenningi. En hvernig horfir þetta við hér á landi? Hvernig hafa fræðimenn, opinberi aðilar, safnmenn og safnmannasamtök brugðist við þessum erlendu straumum á sviði safnfræðslu? Á sama tíma og söfn hafa brugðist skjótt við breyttum kröfum þeirra